Eiríkur Guðmundsson hérna, bókin þín sem er tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna, Eiríkur, heitir 1983 og hún gerist í litlu plássi og þú ert úr Bolungarvík og einhvern veginn hlýtur maður að draga þá ályktun að þú sést að skrifa um Bolungarvík. Já, það er engin ástæða til þess að reyna að ljúga því eitthvað. Þó að þorpið í bókinni sé aldrei nefnt sínu rétta nafni, þá eru fjöllin tekin að láni þaðan og hafið og margt fleira. Þannig að, jú, fyrirmyndin er nú komin þaðan svona sviðsmyndin allavega. Og þú ert alinn upp í Bolungarvík? Ég er alinn upp í Bolungarvík, já, ég skal gangast við því líka. Og bjóð þar til 15 ára aldurs. Og þarna er sko strákur, hann er hvað, 12 ára eða eitthvað svoleiðis og árið er 1983 eins og kemur fram. Af hverju 1983? Já, það kom nú aldrei fljótt fram, sko, eða svona snemma þegar ég var að skrifa þessa bók hvenær ég myndi vilja láta hann gerast og það er nú meðal annars vegna þess að ég er að lýsa þarna horfnum heimi. Þetta er í mínum huga þorp sem er dálítið horfið af landakortinu. Svona upp úr þessum tíma þá breyttust þorp á Íslandi mjög mikið, meðal annars út af aðgerðum sem farið var í pólitískum. Já, þú ert ekki að skrifa jafn mikið um kvótakerfið og Jón Kalman skrifaði dálítið mikið um kvótakerfið. Jón Kalman, ég lét honum eftir að tala um kvótakerfið. Ég minnist ekkert á kvótakerfið í þessari bók og eiginlega ekkert á fisk heldur en bara svona í myndlíkingum. En sem sagt, ein af ástæðunum fyrir því ég lét bókina gerast þarna er að þetta er tími áður en að þorpin á Íslandi breytast mjög mikið. Já. En sko, hvað er að brjótast í þessum strák? Hann er þarna og hann er svona, virkar á mann svona eins og dálítið ofviti í raun og veru og er mjög ástfangin í stúlku, sko, sem er þarna náttúrulega dóttir þeirra sem eiga peningan í þorpinu. Já, þetta er svona gamla ævintýrið. En hann er náttúrulega, hann er 12 ára og hann er bara að vígjast inn í heimina fullorðnu, hann er að læra orðin og tungumálið og hann er líka að reyna að átta sig á því einhverju sem hann skilur ekki, sem er ástin og verður vitni þarna á ákveðnum atburði sem hann botnar ekkert í, en reynir samt að lýsa. Hann er náttúrulega hraðlíinn brennuvargur og hann er, eins og þú segir, hann ofviti, já, hann veit í raun og veru allt og ekki neitt í senn, en það stendur upp úr honum bunan. Og en hann er sem sagt að reyna að lýsa þessum heimi og þessum tilfinningum sem að herja á hann á þessum tíma. Já, og stúlkan er svo heitir sínu tilkomið nafni Henrietta Magnúsdóttir. Já, og svo komst ég að því að það er til Henrietta Magnúsdóttir, hún býr austur á landi og ég þarf að senda henni bók. Hún getur þá beðið eftir henni. Já. En segðu mér, nú ertu tilnefndur til bókmenntaverðlaunanna fyrir þess bók, er það ekki skemmtileg? Ég held þessi fyrst skipti þú færð svona tilnefningu. Ég er svo ungur, ég er bara rétt að byrja, þannig að jú, það er bara mjög gaman. Ég reif nú stundum kjaft út af þessum verðlaunum í gamla daga í útvarpinu. Já. Þegar ég var ekki sáttur við útkomuna. Já. En núna held ég alveg kjafti. Nú ertu bara hægt ánægð með þetta. Jú, það er bara að sjálfsögðu heiður þegar gott fólk velur mann og lyftir manni, þá getur maður ekki verið leiður yfir því. Sko, bókin er náttúrulega, hún er skrifuð og maður er nú farin að þekkja kannski svona höfundarenginni hjá þér. Þetta er sko, þetta er meira að minna, það er ekki greinaskil og þetta er dálítið mikið svona, hvað ég má segja, flæði. Já, en það líti ég á þetta sem svona bara nokkuð konar hljómkviðu sem þú dettur inn í. Myndmálu þetta mjög svona fyrirferða mikið, kannski á kostnað sögu sem fer frá A til B. Þannig að svona tónlist og skrif er einhvern veginn mjög svona samofið í mínum huga og svona takturinn og það er náttúrulega mikið af músík í þessari bók. Mjög mikið músík. Þetta er eiginlega hægt að gefa út svona, já, tvöfalda albúm með músíkinni, kannski þátt með Sigga Hlöð líka. Já. Þannig að þetta er svona nátengt í mínum huga, að textinn sé ekki flatur heldur, að það sé í honum kraftur og bít. Já, það var eitthvað svo ósvíðin þú gafst út sína síðust bók að minnast ég að Thor Vilhjálmsson í sambandi við þig. Já, ekki nóg með það, heldur líka dróttkvæði. Já. Þannig að það sé nú svolítið öðruvísi. Ég reyndar er þetta ekki. Nei, hún var miklu lágstemdari, já. Meiri læti og meiri hamagangur í þessum kjána sem segir þessa sögu. Miklu meiri. Æsl. Æsl, já. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn til okkar, Eiríkur.